Hingað kominn Stefán Gunnar Sveinsson sagnfræðingur, menntaður í Lundúnum meðal annars. Hann höfundur bókar sem var að koma út hafskipsmálið. Þetta mikla mál sem skók hér samfélagið fyrir 20 árum, rúmlega. Afdrif hafskips í boði hins opinbera heitir þessi bók. Bókin unnin, Stefán, að frumkvæði þeirra sem lenti í málinu, sem sagt sambúrningana, Björgólfs Guðmundssonar og þessa hóps, Páls Braga og þeirra. Já, það rétt. Og ég fer ekki í engar grafgötur með það. Í formála bókarinnar skrifa ég næsta nákvæmlega það hvernig bókin verður til og til hvers hún, í raun og veru af hverju þeir hringi í mig til þess að vinna henni, af því að ég þekki eiginlega ekki til málsins áður. En þetta hefur náttúrulega einhverju áhrif á afstöðin, það ekki? Að það þeir sem runni kostaði til verksins. Ég get bara sagt það, þeir lögðu eins mikla áherslu á það að ég yrði ekki litaður af þeim á nokkurn hátt. Þeir lögðu mjög mikla áherslu á það að mín afstaða yrði mín afstaða þegar ég var að vinna þetta verk sem ég lét það svo hafa og varð á endanum með þessari bók. Ég held að við þurfum að rifja þetta mál aðeins upp fyrir þá sem sagt, af því að það fjöldi fólk sem man ekkert eftir þessu líka, bara ungt fólk, að þeir eru sem sagt, þetta kemur upp í Helgarpóstinum tíma og verður svona miklu fjölmiðla fári fer inn í þingsali og endar með því að hópur manna tekinn á morgni dags og hann lokaður inn í fangins og situr í gæsluvarðhaldi í 3 vikur eða ekki? Mánuð. Þeir tveir sem sátu lengst, þeir Björgólfur og Ragnar, þeir voru í heilan mánuð nánast upp á það. Já. En þú horfir á þetta eiginlega frá 3 hliðum, það ekki 4 hliðum? Jú, eitthvað svoleiðis. Það er fjölmiðlahliðin, það pólitíska hliðin og það viðskiptahliðin sem ég aðalega athuga í fyrri hluta bókarinnar. Og svo í seinni hluta bókarinnar ég að skoða meira rannsóknar meðferð málsins. Eigum að fara yfir þetta, fjölmiðlarnir. Það var þessi miklu umfjöllur í Helgarpóstinum? Já, þetta hefst auðvitað allt í Helgarpóstinum þegar Halldór Halldórsson, þinn gamli ritstjóri, gerir þessa frægu úttekt með hafskip að sökkva í júní 1985. Sú úttekt og umfjöllun Helgarpóstsins samt skilar í raun og veru litlu til að byrja með. Já. Það ekki fyrr en fyrirtæki sjálft, hafskip lendir í ákveðnum rekstrarvandræðum sem komast í hámæli, að allt fer á fullt og það í svona október 85. Já. Og þá sér maður ýmislegt í fjölmiðlunum sem athyglisvert. Þetta náttúrulega spurning hvaðan þetta kom, hvaðan þessar upplýsingar kom. Það hefur alltaf verið einn af ráðgátum þessa máls. Það verið talað einhvern Jón Jónsson sem hafi verið í sambandi við. Já, og ég rek það allt skilmerkilega í bókinni og í kafla þar sem ég nota í raun og veru eigin orð fjölmiðlamanna, þar á meðal Halldórs sjálfs og Sigmundar Erni sem var á Helgarpóstinum, Gunnar Smári sem var líka á Helgarpóstinum, til þess að reyna að komast aðeins að því hverjir eru á bakvið. En það var mjög oft í hafskipsmálinu þar sem maður var við að það væri eitthvað meira á bakvið en sem ég gat kannski ekki komist nær að, því að hlutverk bókarinnar var meira að finna þetta yfirlit, að gera þetta yfirlit sem hefur sárlega skort síðan málinu lauk. En þú veist sem sagt ekki hver það var sem gaf Halldór upplýsingar? Ég get ekki sagt með nefni vissu og ég þetta reyndi aðeins að kafa dýpra en ég vildi alls ekki fullyrða neitt það. En svo það stjórnmálamennirnir, það annar hluti, það stjórnmálamennir sem stökkva á þetta og það eru frægar utandagskrár umræður í þinginu þar sem að, þeir ganga nú einna lengst. Það mjög fræg ræða Ólafs Ragnars Grímssonar, hann sem fór bókstaflega hamförum, og Jóns Baldvins. Já, þeir tveir eru ákveðnir örlagavaldar í málinu þó að þeirra framganga kemur á frekar óheppilegum tíma fyrir hafskip sem að reyna að bjarga sér. Allavega Jóns Baldvins. Jón Baldvin stígur fram og þá í fullum gangi viðræði milli Eimskips og hafskips og líka viðræði milli hafskips og skipadeildar SÍS sem ef þær viðræður hefðu fengið verið í friði þá líklegt að það tekist að bjarga hafskip eða að redda eigum þess á þurrt land án þess að valda öllu því havaríi sem fylgdi í kjölfarið. Gengu þeir of langt stjórnmálamennirnir? Ég ætla kannski ekki að fella þann dóm en ég vil allavega eins og margt annað einhvernar bókarinnar og þegar ég var að setja saman þessa bók var að láta þeirra eigin orð
skína sem mest og fólk getur dregið sína eigin ályktun þegar lesir bókina. Ef þú ætlar að spyrja mig um það, þá myndi ég segja það að í sumu, ekki öllu, þá fóruður kannski aðeins yfir strikið. Þarna var, á þessum tímapunkti var náttúrulega komið ákveðið svona nánast móðursýkis ástand í samfélaginu út af þessu. En svo náttúrulega spurningin sko hlut samskipnisaðilana. Að þetta var náttúrulega, við lifðum í þessu samfélagi sem fólk kannski ekki farið að gleyma, það sem var eiginlega skipt í tvennt, milli fyrirtækja Sjálfstæðisflokksins, kolkrabbans og svo sambandsins og allir sem ætluðu að fara upp í einhvern rekstur óháð þessum voru bara ekki velkomnir og það var reynt að knýja þá, berja þá niður. En það rétt og það má segja ein áhugaverðasta sögupersonan, ef hægt að tala dauðan sem persónu, er einmitt fyrirtækið Hafskip, lítilmagnin The Reliable Outsider eins og þau kölluðu sig þegar voru að auglýsa sig erlendis, að þeir voru alltaf The Reliable Outsider sem var að reyna að þröngva sér inn á þennan litla tvískipta markað. En hver hlutur Eimskips í að koma þessi þrot, kolkrabbans? Það ekki alveg á yfirborðinu, en það má segja að maður sér stundum glitta í Eimskip og þá sérstaklega þarna þegar þeir eru að reyna að bjarga því sem þá hét Íslenska skipafélagið. Sem var þá Hafskip. Sem var þá Hafskip og í raun og veru Íslands rekstur Hafskip. Vandamál Hafskips leiddi til þess að það hefði þurft að endurskipuleggja og rífa seglin aðeins. En þegar þeir eru að reyna það, þá allt í einu, segist að því að Eimskip í þessum viðræðum, að þá allt í einu komin á fundur í Eimskipafélagshúsinu með Útvegsbankanum. Mjög athyglisverður fundur á þjóðveldisdaginn, fullveldisdaginn 1985 og það sem í raun og veru máli klárað. Það má segja, raun og veru máli klárað á þessum fundi án þess að þeir sem vinna við fyrirtæki Hafskip viti að því. Þeir að skipta reitum fyrirtækisins og sem Eimskip fékk svo mjög ódýrt. Já, mjög ódýrt. Það sem náttúrulega merkilegt í þessu að Jóns Nordal á þessum fundi. Já, og það kom mér óvart og ég veit engar skýringar því af hverju hann á þessum fundi. En var hann ekki bara að ganga erinda kolkrabbans þá eins og oftar? Ég ætla ekki að fullyrða neitt um það, en það allan að vekur athygli þær frásagnir sem ég hef heyrt á þessum fundi að þátttaka hans er mjög óvænt. En svo er annað dæmi að þannig að hugsanlega að takast sameining við Skipdeild SÍS til að bjarga fyrirtækinu og þá Styrmi Gunnarsson komin á stúfan og var hann að hóta mönnum. Já, frásögn Gulla Bergmann í Garnabæ af fundinum á Styrmi og það er mjög athyglisvert að sjá og kannski eðlilegt af því að eins og Gulli Bergmann orðaði sjálfur, þá voru 2 grílur sem Morgunblaðið hafði aðallega, það var rússagrílan og það var sísgrílan. Og það, maður getur alveg skilið það að ýmsir hafi haft ákveðna óbit á þeirri hugmynd að þarna myndi takast að rugla saman reitum einkaframtaksins og sambandsins. En segðu mér, svo kannski síðasti hlutin í þessu, það eru embættismennin, þegar kerfið, dómskerfið og skipta ráðendur og þessir fara glíma við fyrirtækið. Já, þeir taka eiginlega við þessu máli í desember eftir að hafa fengið að hlýða á þessa ótrúlegu umræðu sem hefur verið þarna allt sumar og haust 85 og maður færði á tilfinninguna að umræðan hafa einhver leyti mótastörf þeirra. Einn bústjóri segir við mann sem síðan verið sakborningi að við ætlum að rannsaka þessi sakamál frá upphafi. Slík orð vekja athygli og þannig annars greini ég kannski betur frá því í bókinni að hvernig mér finnst þessi pressa hafa komið út á þeim. Þeir eru náttúrulega beinlínis að vitna í blaðaskrif oft sem einhvers konar heimild. Já, maður tók oft eftir því að þeir virtust allavega til dæmis í skýrslu skiptaráðanda þá var á einum stað rannsaka sérstaklega eitthvað sem hafi þá birst í fjölmiðlum en var annars kannski lítill fótu fyrir að rannsaka. Segðu mér, var þetta fyrirtæki ekki bara illa rekið og voru þeir ekki bara draumóramenn kunna lítið þessari rekstri
og sumir voru stærri, voru vondi við þá og ekki núna komið ljósið mitt í gegnum kannski eimskipa mennir sem voru þetta kunna kannski ekkert að reka fyrirtæki og kunna það kannski ekki enn. Að reka skipafélög? Nei, mér skildist á öllum heimildum að Hafskip hafi þótt vera afskaplega velreikið fyrirtæki megnið tímanum. Þeir eru vissulega draumaramenn og stórhuga, það nú ekki glæpur að vera það. Þeir sækja á land og kannski súpa aðeins segði að því, en það engar forsendur samt fyrir því að reka fyrirtæki niður með þeim hætti sem gert var, allan finnst mér það ekki. Þetta var þetta, ég menna þegar maður lítur á þetta aftur, þetta ljótt mál, þetta vont mál í sögu þjóðarinnar? Ég ætla kannski að segja neitt það að mér finnst það athyglisvert að þó ég segi í formálum ég barna aldrei og heyri ekkert það. Af hverju hef ég ekkert heyrt það heldur eftir að ég komin aðeins meira til vits og ára. Það engin umræða búin að vera þetta í þjóðfélaginu. Það eins og allir vilji bara gleyma þessu. Þetta eins og Ármann Jakobsson kallaði í grein sinni hneykslið sem gufaði upp. Það kannski bendir til þess að þessi ýmislegt í þessu máli sem fólk vilji kannski ekki horfast í augu við. Stefán Gunnar, þetta sem sagt bókin Afdrif Hafskips í boði hins opinbera. Þetta á ábyggilega eftir að verða mikið talað þessa bók. En ég þakka fyrir að koma í þáttinn. Fæ hér rétt á eftir Lárus Velding, forstjóra Glitnis. Takk fyrir.